Fyrirliðinn Ruth Herner Konráðsdóttir. Við auglýstum baráttan Norðurland og þið unnið þann slag. Já, þetta var svolítið skemmtilegt. Það er langt síðan við fengið að slást í svona nágranna lið, sko. Þannig að þetta var sannlega baráttan Norðurlandi og maður fann það var svona pínu öðruvísi stemming í hópnum. En við kláruðum þetta. Við héldum í upphafi að þið ætluðu hreinlega að stinga af 10-0 og 13-3 en svo komu þær heldur betur tilbaka. Já, við byrjuðum leikinn eins og við vildum byrja hann og svo tók þjálfari þeirra bara leikli á hárréttum tíma og greinilega peppaði liðið svolítið upp á meðan við gleymdum okkur aðeins. Mistum svolítið dampinn og skoruðum eiginlega bara ekki neitt það sem eftir var á leiklitunum og áttum ekkert gott raun þar á meðan þær keyrðu svolítið á okkur og bara gerðu það sem þær áttu eiginlega að gera. Spiluðu bara fast á okkur og flottan bolta. Og voru þið þá ekki að fylgja því plani sem Helgi var búin að leggja upp? Ekki alveg. Að sjálfsögðu reynum við alltaf að gera það sem þjálfarinn segir mann að gera en þetta getur verið svolítið hættulegt að ná svona fórskot í byrjun svo manni svolítið kippt svona út úr leiknum og tekið leikli og maður þarf að halda svolítið haus til þess að geta haldið dampi sko. Tindastóll kemst í þriðja leikluta í nær einhverjum 11 stiga fórskoti þannig að maður hélt tíma að þær ætluðu að stinga af en svo snéru leiknum við. Já, það var eins. Við fórum inn í hálfleikinn vel undir og hann bara sparkaði svolítið resina okkur inn í klefa en Helgi og við komum vel stemmdar inn í seinni hálfleikinn og komum okkur bara aftur inn í þennan leik og héldum því. Það sýnir bara karakterinn í liðinu. Ég meina að það vantar fullt af leikmönnum hjá okkur en það kemur bara maður í manns stað og það sýndi sig bara inn í dag. Þær voru alveg óhræddar eins og Marta Bríet og hún Eva. Þær voru svellkaldar og Jana átti líka fína leik í dag. Já, Jana er bara því líkur hundur hann undir körfunni sko. Það er alveg geggjað að eiga hann. Hún er bara stór og sterk og alveg óhrædd að rífa boltan í sig. Þannig að það er því líkur fjársögur að fá hann inn í liðið. Og hinar eins og segir, Marta, Kolfinna, Eva. Þetta er allt, og Belinda. Þetta er allt stelpur sem tilbúin að koma inn á, geta alla skotið. Það er bara glæsilegt sko. En hvað gerðist þegar þið snúið svo leiknum við og þið komist upp í 10 stiga fórskot og virtust þá alltaf stinga af? Þá kemur einhver kafli þar sem að þær hleypa svona smá spennuð undir lokin en þið klárið þetta svo? Já, ég veit ekki alveg á hvað það er að skrifa, kannski bara pínu þreytu í mannskap eða eitthvað en við komum okkur inn í leikinn með það bara að við fórum að spila vörn, stigum út, hættum að gefa þeim þessi second chance skot sem var að drepa okkur og meðan við vorum kannski að fá second chance hinum megin. Svo var þetta bara stál í stál. Bæði lið voru bara rífaði frákast og ekkert að hleypa upp á körfunni og þannig að 10 stiga forysta hjá Þór þegar að dómarar stoppa leikinn til að fara yfir skýrslu og annað. Þetta drepi pínlítið stemminguna í leiknum því að þá voru þið búin að vera á þvílíku rönni. Já, það gerði það pínu sko. Sömuleiðis með þetta getur verið pínu hættulegt þegar leikmennum er kippt svona út úr leiknum en og sérstaklega maður kannski með óreynda leikmenn að það er svolítið hættulegt að detta úr leiknum og missa dampinn. En þá er bara hlutverk okkar sem eldri eru og reyndari að halda haus og halda hinum inn í leiknum og ég vil meina að við höfum náð því að við stóðum allan á vörnina og hleyptum ekkert nálægt okkur. Og Sigurinn er sætur? Sigurinn er mjög sætur að það er alltaf gaman að vinna baráttuleik sko. Þetta eru langt skemmtilegustu leikirnir. Þannig að við gerðum það kannski óþægilega spennandi en við kláruðum þetta. Það er einmitt þannig sko, þegar eins og undir lokið það náttúrulega verður að gegja þegar menn halda, ok, erum við að missa þetta núna en klára. Já, eins og ég segi, þetta er kannski illa gert gagnvart þeim sem eru að horfa, þetta er svona óþægilega spennandi en mér fannst við alltaf vera svolítið svona með þetta, áttum aðeins inni, við vorum ekki það þreyttar, gátum spila stíg á vörn, alveg út leikinn, þannig að við vorum alveg með þetta sko. Þetta gekk allt upp? Þetta gekk allt upp. Til hamingju. Takk fyrir kærlega.